Áfengisbannið á Íslandi stóð frá 1915 til 1935. Þá var dreifing og sala áfengis nær alveg bönnuð á öllu landinu. Banninu má eiginlega skipta í 2 tímabil. Hið fyrra var algert áfengisbann frá 1915 til 1922 og hið seinna frá 1922 til 1935 leyfði takmarkaða sölu á léttáfengu víni sem aðeins mátti flytja inn frá Spáni. En hluti áfengisbannsins entist alveg fram til ársins 1989. Sá hluti var hið svokallaða bjórbann, bann gegn framleiðslu og sölu og dreifingu bjórs. En sem betur fer höfum við Íslendingar seinustu 27 árin geta notið þess að drekka bjór á löglegan og óhollan hátt í friði gegn laganna vörðum og það er afar góð staðreynd. En á tímum bjórbannsins fann fólk ýmsar leiðir til þess að komast fram hjá lögunum, meðal annars ólöglega leiðir. En sumir barir tóku fljótlega upp á því að bjóða upp á blandaðan drykk sem að kallaðist bjórlíki. Þið kannski spyrjið ykkur, hvað í fokkanum er bjórlíki? Bjórlíki er þegar þú tekur pilsner eins og þennan og hellir smá honum og blandar síðan vodka eða brennivín út í til að gera hann sterkari, svona eins og venjulegan bjór. Eins mikið og það er ekki einhver heimskulegasta hugmynd sem ég hef á ævi minni heyrt. Það sem ég er svo ótrúlega er að þetta pantaði fólk sér oft á börum hérna 1980 eitthvað. Þetta var bara, þú veist, þetta er það sem að foreldrar okkar fengu okkur þegar þau voru að hella sig full. Þú veist, þau voru okkar aldrei. Jesus Christ! Bara, þú veist, Guði sé lof að við erum komin laus úr því helvíti maður. Myrku miðöldin með lokið og við erum komin á hina upplýsingaöld þar sem maður er eftir að fá sér bjór. Þetta er Black Sheep by the way, ég hef aldrei drukkið svona áður. Ekki svo verstur sko. Færinsku bjór, ég mæli það meira með Förea gull, en þessi er heldur góða líka. En núna í dag skulum við aðeins leika okkur að fara 30 ára aftur í tíman og pröfa að blanda okkur smá bjórlíki. Þessi er Egils Pilsner og hann er 2,25% sem löglega séð ekki bjór og allt á vikullöfn maður getur verið fullur af honum og hann er ekkert góður að bragði heldur. Þetta er bara svona eins og, þú veist, þú ert svona hvað er áfengið, þú veist, þetta er ég fatt ekki fólk sem að kaupi sér sjálfvillig pilsner bara til þess að drekka og chilla og bara fá sér bara pilsner. Það, þú veist, ég treysti ekki þannig fólki. Þú veist, ég hef trú á því að, þú veist, ef þið eigið son og hann er svona veðrunglingur og, þú veist, þið takið því að hann er að kaupa sér pilsner reglulega, hann á eftir að verða fjöldamorðingi eða eitthvað í framtíðinni. Bara treystið ekki fólki sem að drekka bara pilsner. En ok, ég ætla að pröfa að blanda smá bjórlíki. Og þú veist, þetta er íslenskur Egils Pilsner, þá hugsaði ég ekkert meira viðeigandi en að blanda bara eins og einu skoti af brennivíni úti. Eitt skot er örugglega ekki nóg, höfum þau 2. Ok, nú er ég sér búinn að búa til mjög rónalegt bjórlíki. Þetta er wow. Ég veit að hljóma weird. Það eina sem gerðist var að pilsnerinn er bragðminni en áður. Ég get ekki lýst þess alveg, ég þarf að auka álit. Hvað er Júlíus? Já, frýtt áfengi maður. Frýtt áfengi? Já maður. Þá er að smakka mest rónalega áfengi sem til er. Já, ég hélt að þú myndir, þú veist, þegar ég sá þig drekka þetta, ég hélt að þú myndir að æla yfir allt borðið, sko. Það er ekki mjög gott, sko. Já, það er bara mjög bragðlítið. Já. Vá. Þú veist. Hey, bara ef þú vilt fucking... Þetta keypti fólk sér og drakk
sjálfvilju. Já, en þú veist, ef þú vilt fá meira kikk út úr pilsnertum þínum, þá þú veist. Þú veist, það er svona smá svona keimur, svona kúmenkeimur eitthvað sko. Svona eins og í brennivíninu. Já. En bara mjög svona vatna niður sko. Einmitt, þetta er ekki gænt síðan það ógeðslegasta sem ég hef smakkað, en þetta er svona það einhvern veginn mest sleazy sem ég hef drukkið. Þetta er bara svona, þú veist, hvað er ég að gera við lífið mitt vont, sko. Já, svona fyrir ekki að þannig. Við skulum pröfa eins og enn bara núna með vodka. Hérna er ég með Viking Light Beer. Ég hef aldrei smakkað hann, af því að ég drekk ekki pilsner. Já, nákvæmlega. Ennþá minna bara, hann er ekki á góður á Egilspilsnerinn, hann er ekki ennþá meira boring einhvern veginn, hann er bara svona, hann er bara froða með einhver bragði. Já. Það er froðubragð. Eiginlega sko, bara froða með vatni sko. Hvað, ég vil ekki hafa róna hefðina eða hvað, þú veist, að nota, þú veist, hefur ekki farið í gettópartí eða? Nei, ég er alltaf að býja í Seljagerði, þú býrð í Hólunum, sko, það, þú veist, þú er alltaf meira í gettóri en ég, sko. Já, það er ekki eins og verður á bakkarnir, sko. Það er, þú veist, alveg gettóði, sko. Já. Það er svona ef það maður býr í Breiðholti, það eru dagslangar deilur hvar sjálft gettóið sé. Já, mann ykkur til þess að reyna að finna það, sko. Já, nákvæmlega. Alltaf núna er bjór svona efst á, vodka svona efst á dósinni, þannig að þú mynd fyrst örugglega bara að fá meira bjórkikk, meira vodkakikk, sko. Ok. Já, Hvað er hann svo, af því að þú örugglega minna vodkakikk? Já, ekkert öðruvísi heldur en þú veist pilsnerinn, sko. Hvað er það að segja? Bara svona, það er svona smá svona, maður finnur fyrir smá bruna. Já, en vá, hvað þetta er ógeðslegt, þú veist, þetta er svona, ég veit ekki af hverju þetta með Egilspilsnum er örlítið betra en hérna bara, kannski að því það með kúnmenkeimurinn, hérna er þetta bara svona bragðlaust pilsnir með viðbjóðslegu eftirbragði. Já, eiginlega sko, bara svona mjög svona, ég var að búast við að þetta væri ógeðslega. Mér finnst það bara alveg hreint viðbjóður, sko. Gott að vera með bjór, sko. Já, nákvæmlega. Ég tímið örugglega ekki alveg að eyðileggja þennan bjór, sko. Þú veist, mér langaði þetta aldrei til þess að prófa að blanda, þú veist, brennivín og vodka og inni, sko. En gauðir, þá náttúrulega er þetta ekki lengur bjór líki, þá er þetta bjór með vodka og við erum að, Já, við þurfum að halda í hefðina, sko. Einmitt. En ég var að pæla, þetta eru svona virkilega rónalegi drykkir. Þetta er svona, þú veist, ég get ímyndað mér ef maður er róni, þá kannski vaknar, segjum að þú, ég veit ekki hvernig rónar vakna venjulega, en segjum að sé kannski áður en ríkið opnar, fara út í búð og kaupa sér pilsner og þið geti geft sér áfengi, svo er að drekka pilsnerinn og fatta allt fyrir, loksins ég fengi mér áfengi og þá, kannski ég bara búið mér til bjór, sko. Þetta er svona, myndir ekki hugsa róni að þið fattaði á þessu. Já, hver annar, sko. Já. Það er kannski fínt að við fá álit einhvers róna á þessu. Róna? Hvaða róna? Herri, ég er með róna sem býr í runnunum hérna baka húsið og ég tala við hann. Ok. Ok, herri, förum við ná í rónan. Alltaf leið. Ég er að stá. Langar þig ekki að fá þér smá frítt áfengi hjá mér? Sagðirðu frítt áfengi? Já, frítt áfengi. Já, frítt! Já. Mjög góður, sko. Komdu Daniel, bara boka þinn og... Ég er samt ekki boðinn. Ég er samt... Ok, eltu mig. Það er samt ekki. Það er svo veit. Já.
Já, djúlega veðrið versnað. Herra já, ég fór út og náði í rónan. Herru, komdu gæðin, verður ekki feiminn, komdu bara á. Herru, hérna er ég með bjórlíki með vodka. Segðu mér hvernig þið finnst. Með vodka? Ég veit ekki hvað það er en ég elskar vodka. Pilsner með vodka. Loksins hefur ríð með þessi rónin öðlast eitthvað Vá, ok. Bara, gott hjá þér. Þetta mátt klára þetta mín vegna sko. Takk, þú besta vegna. Það var lítið. Og... ok, bæ. Þetta var sem sagt bjórlíki og... ef þú ert róni þá finnst þér þetta gott. Ef þú ert venjuleg manneskja eins og ég þá... oj bara. Ég veit að sum ykkar finnst gott að pröfa hlutina sem ég hef blandað og hérna sjá hvort ég virkilega sé sannleikann hvort það sé gott en treysti mér þetta er ekki tímans ykkar virði, ekki drekka þetta. Já, ég á eitt eftir, ég var að fatta, ég hef aldrei smakkað eldur og ísvodka þannig að ég ætla að enda þetta myndband bara á því að taka eitt myndband af hei, ég var að fatta þessi bjórdós var búin að vera hérna. Hún átti að geta verið í þessu skoti, þannig að við þurfum að gera þetta allt upp á nýtt. Nei, ok. En, já. Og hún hafi ekki spillt fyrir áðan, en hérna er ég sett með skot af eldur og ísvodka. Þetta er einhver lyktarminnsti vodki sem að ég hef nokkuð tíma komist í kynni við. Ég held ég þurfti að sniffa hann til að finna lykta því. Nei, ég ætla ekki að gera það. Hann er heldur fýtt sko. Bara solid vodki sko. Takk fyrir að horfa og like and subscribe og ekki gleyma að gera like á Facebook, like síðunum minni og ég sé ykkur í næsta myndbandi og endla skiljið þetta tillögur fyrir komandi myndbandi í kommentunum. Eða Facebook síðunni. Það er áfengi í þessu en þetta er ekki löglega að séð bjór af því áfengi er bara, ég ekki að lesa, 20, já, þetta er bara 20%. Og vertu alltaf að hérna sem sagt Feil, við þurfum að gera þetta á nýtt Június. The most useless take ever. Þetta er mikið feil sko. Nema sennilega að því að svo lágt á innihald þá væri það sem eins og maður væri að drekka vatn til þess að þú veist það getið þegar maður er fullur og drekka vatn til þess að finna ekki jafn mikið fyrir því. Sennilega hefur þetta sömu áhrif af því að svo lítið áfengis innihald. Sorry, þetta skulle vera svona flókið.